það sem við ætlum að gera núna aðeins að kíkja á nokkra hluti. Við ætlum ekki að taka sama og við gerum með nemendunum. Við ætlum að reyna að velja einstaka hluti og reyna að kafa svolítið dýpra. Við ætlum líka aðeins að reyna að segja frá hvað það svolítið svona í hugmyndafræðinni sem við erum að reyna að koma á framfæri. Annars vegar þessi skilningur en líka þessi nálgun á vísindin. Og þá finnst mér eiginlega best að byrja bara á stjörnusýningarinnar, rólun okkar góðu og við komum bara vel nálægt, passum bara að skýja ekki á hvort annað og við setjum hérna bara og við ætlum ekki að fara alveg í gegnum þeim sem krökkunum en mér langar samt að minnast á hvað þessi róla segir okkur. Rólan alveg yndisleg vegna þess að hún gerir þessa flottu hluti sem alveg grípa mann. Það eru margir sem sitja hérna dáleitir við þetta stundum saman. En það sem svo skemmtilegt við þetta að þetta munstur á sér orsök sem eru bara svo illskiljanleg. Það eins og segja eitthvað eins og einhver álfur hérna inni sem sé að gera eitthvað. En það hægt að skilja þetta. Það krefst ekki djúpra þekkingar. Og þetta reynum við svolítið að gera hérna í vísindum. Við reynum að safna saman nokkrum uppstillingum sem kallast ákvarðara. Það gengur ekki alltaf, stundum eru bara hluti sem eru bara flottur og áhugaveikjandi. En við reynum að hafa áhugaveikjandi hluti sem kallast á og reyna að kalla fram einhvern skilning. Og til þess að skilja þetta, þá erum við með hérna hliðina á þessa röð hérna pendulum. Við fáum ykkur hérna upp við og afsakið. Penduluna setjum við svona á stað og þeir mynda líka þetta fallega munstur. En markmiðið með þessari uppstillingu er það að fá þessa tengingu á milli lengdar þessara pendula og sveiflutímans. Þetta að stuttir pendular fara hraðar heldur en langir pendular. Það getur dást hérna að þessu munstri en tengingin vísvitandi og hún kallast á síðan við þennan þriðja pendul hér og ég tek pendulinn og ég sveifla honum eftir þessu græna striki hér, slepp honum og þá fer hann bara fram og tilbaka. Malla. Fæ ég þig til þess að sveifla honum eftir þessu græna striki þarna. Þessu sem þvert á það sem ég gerði. Já. Og bara beint eftir strikinu. Beint, já. Og hann fer bara beint fram og tilbaka. Jens, fæ ég þig til að sveifla hann eftir þessu gula striki hérna. Já. Það gott að bara fylgja hann svona fram og tilbaka. Og þá kemur í ljós hann fer ekki beina línu. Hér eitthvað magnað í gangi. Orsökin hafið kannski hver heyrt, sem hvar? Þarna festingin uppi. Málið það að þegar ég sendi hann eftir þessu græna striki hér, þá var hann að fara örlítið hraðar heldur en eftir hinu græna striki sem Malla gerði. Og orsökin akkúrat hérna uppi að núna ekki hægt að hreyfast fyrir ofan hnútinn, svo lengd pendúlsins frá massamiðju hvolfsins upp að hnút. Síðan þegar Malla setti eftir hinu strikinu, þá hreyfist allt saman upp í efstu króka. Svo, þegar Jens setti hann síðan eftir gulu strikinu, þá var hann í raun að blanda saman tveimur mishröðum pendúlum. Þannig að annar pendulinn, sem við þess átt, hann búinn á undan hinum. Þar detti þeir úr takti og búa til þessi munstur. Nú spyr ég oft nemenduna hafið séð þetta munstur sem að pendullinn gerir áður? Það var ekki bara einstaka tengja. Og hvar? Það rólan hérna frammi. Kíkjum aftur á róluna. Og þá sjáum við þetta munstur. Ekki alveg 90 gráður af vísu, en hún fer í einhverjar beinalínur, fer síðan
réttsælis eða rangsælis upp á annarri línu, snýr síðan við fyrir hinn hringinn að upphaflegu línunni og hoppar þarna fram og tilbaka. Og hér sjáum við í raun orsök þessa aðeins flóknari kerfis, en er í raun samlíking við þetta voðalega einfalda kerfið þarna í Upsilon-pendúlnum. Þannig að ástæða þessa munsturs er að rólan mishratt í mismunandi áttir. Svo þið farið mitt á milli áttan eða sambland af þessum áttum, og þá fáið þið upp þetta síbreytilega munstur. Og þetta þykir mér svo yndislega. Að benda nemendum á að jafnvel við svona einfalt kerfi, bara leikfangarólu, undirliggjandi býr þetta munstur þessi svakalega fegur. Þetta er það sem er svo mikið að gera í vísindum. Við erum að reyna að finna þessi munstur, sjá þessa fegur. Þetta eru vísindi. Við kannast við þessa ljóskastara sem við erum inn í ljósfræðiherberginu, þennan rauða, græna og bláa, sem líta blöndurnar. Og ég segi stundum nemendum frá því þegar ég var að lesa þessa bók. Þegar ég var krakki, þá var ég nörd, eins og ég er ennþá, og ég elskaði að grúska þessum bókum. Og ég man ennþá eftir þessari opnu hér. Hér er verið að blanda saman ljóskastarinn á mismunandi litum. Það er grænn ljóskastari, rauður ljóskastari og blár. Og þeir blanda saman og mynda hvítan. Hérna eru 2 og 2, hérna er með rauðan, grænan, mynda gulan. Og ég man eftir að hafa hort á þetta. Og ég trúði þessu. Þetta er api. Ok? Og þetta er satt. En ég hafði ekki innsæi fyrir þessu. Mér fannst þetta bara ekki make sense. Til dæmis að rauður og grænur myndi gulan. Þetta er bara, mitt innsæi var nefnilega þetta hérna. Það sem er að blanda saman litum. Þetta er eitthvað sem við erum miklu vanari. En það er bara vegna þess að við erum vanari því. Við höfum leikið okkur mikið með þessu, við höfum sjaldan að leika okkur með hinu. En þetta er annað sem okkur langar til að gera, en aðeins til að gefa innsæi á hlutum sem við annars höfum ekki leikið okkur mikið með. Það er líka skemmtileg tengsl á milli þessara litablöndunar og þessarar. Þetta er alveg nátengt fyrirbæri. Og mér langar ég bara til að stökkva inn í ljósfræðiherbergið og við skoðum aðeins litina. Bara svona rétt aðeins til að útskýra, hérna inni er ég oft með svona lítið leikrit og hérna tala að hérna séu bara 3 litir, það eru ekkert hvítt ljós hérna inni, það er aðeins að blæða þarna inn, en raun og veru erum við bara með þessa 3 liti, þeir blanda saman og við fáum þetta hvíta ljós. Oft er ég búin að undirbúa með að skoða hérna gegnum lítiljóssjónar, athuga hvað er hvítt ljós, en nú ég ætla að byrja að slökkva bara á þessum 2, þannig erum við bara með 1 lit hérna inni og það er, hvað séru? Appelsínugulur. Sé hvað hún er að læra á nemendunum. Við erum bara með rauðan, ég set höndina sem fyrir og þá vil ég fá nemenduna vegna þess að við tökum smá svona spjall yfirleitt hérna. Ég á nemendunum aðeins til að fá þau til þess að hugsa aðeins fyrirfram, móta hvaða skoðanir þau hafa, hvað innsæi þeirra segir þeim, til þess aðeins að reyna að vinna með þetta. Þetta er þessi hugmyndina, við þurfum að vinna með hugmyndunar, hugsmíðin og allt það. Svo að ég set höndina fyrir þá kemur skuggi, hvernig er skugginn á litinn? Svartur. Hvað segir þið? Það er bara málið, sko. Nemendur eru oft voðalega hræddir, það hlýtur að vera eitthvað trikk, sko. Það er nokkur sem segir svartur og sem setja höndina fyrir og jú, vissulega er skugginn svartur. Svo það er ekkert mysterius hérna, þetta er engin dularfullt. Þetta er bara skuggi eins og við þekkjum þá. Síðan ætlum við að kveikja á hinum 2 ljóskastarunum og hérna sjáum við erum ekki með neitt hvítt ljós inni, við bara bættum við grænum og bláum, þeir blanda saman og samblandan er þessi hvíta. Sem setja höndina aftur fyrir þá kemur skuggi og hvernig er skugginn á litinn? Allir eru fullvissir núna að jú, að sjálfsögðu er hann svartur, já. En sem setja höndina fyrir þá kemur eitthvað allt annað ljós. En athugið þetta að, tvennt, það eru 3 skuggar vegna þess að það eru 3 ljóskastarar og annað
þetta eru ekki litir ljóskastaranna. Já, við getum reyndar að fengið ennþá fleiri með því að blanda þeim, en þessi grunnskuggar, þeir eru með 3 liti, en þar sem að skuggarnir skarast, þar koma fleiri. Við erum hérna með 5 og sem þegar við látum hérna bláa og gula skarast, þá fáum við grænan. Svo við getum fengið í raun og veru þessa grunnliti, rauðan, grænan og bláan, þar sem að 2 skuggar skarast. Þegar þeir skarast ekki, þá í raun og veru erum við að skyggja á 1 lit, þannig að hinir 2 eru blandað saman. Svo hérna erum við að blanda saman rauðum og grænum og eins og við sáum í bókinni, þá fáum við gulan. Aha. Við getum líka að blanda saman grænum og rauðum, þá fáum við ljósblár. Og síðan getum við blanda saman bláum og rauðum, þá fáum við svona bleikan. Okay. En athugið að þetta eru akkurat litirnir sem við þekkjum á myndmynd. Við erum reyndar vön að tala um rauðan, gulan og bláan, en ef þið skoðið til dæmis í dagblöðum, þá mitt í kápunni eru svona oft 4 deplar, 1 svartur, 1 sem ekki alveg rauður, hann svona bleikur, magenta kallaður á prentmálinu. Svo gulur og síðan þessi sem kallað cyan eða þessi ljósblái. Þeir eru akkurat valdir vegna þessa. Vegna þess að þetta eru samblandur af hverjum 2 frumlita ljóssins. En þá spurningin, af hverju eru þetta frumliti ljóssins? Hér þetta að tengja meira en með eðlisfræði heldur vegna þess að þetta ekkert eðlisfræðilegt. Það ekkert sérstakt við rauða litin. Það sem sérstakt í augunum á okkur. Einhverjir sem hafa kennt sjónina, gerðir augans og eða svoleiðis. Já, akkurat. Svo að í augunum á okkur erum við með þessa stafi og keilur og stafirnir þeir bara skynja birtu og sen erum við keiluna sem skynja liti, en það skynja ekki alla liti. Keila getur ekki skynjað nema bara brot úr litrófinu. Svo getur hugsað ykkur ef regnboginn hérna frá rauðum, gegnum appelsínugulan, gulan, grænan, bláan og fjólubláan, þá eru 1 tegund af ljóskeilum, löngukeilurnar eða getum kallað rauðukeilurnar. Þær skynja frá rauðu og gegnum appelsínuguldu svona inn á gult. Svo eru grænu keilurnar, eða miðkeilurnar, þær skynja frá gulu, gegnum grænt og aðeins inn á blátt. Og svo eru stuttubylgjukeilurnar eða bláu keilurnar og þær skynja frá fjólubláu og síðan svona inn að grænu. Og með þessum 3 tegundum af keilum getum við skynjað allan regnbogann. Þannig að þótt við getum ekki séð gult ljós, það ekki gul keila, þá eru hins vegar grænu keilurnar og rauðu keilurnar báðar næmar fyrir gulu ljósi. Þannig ef við værum með sannarlega gult ljós, eitthvað ljós sem hann gefur frá sig bara ljós sem gult á bylgjulengd sem gult, þá myndu grænu keilurnar og rauðu keilurnar í augunum báðar örvast, senda boð til heilans. Heilin skynjar grænt og rautt saman og túlkar það sem mitt á milli, gult. En hérna kemur þetta sem ég finnst alveg yndislegt. Þetta ekki gult. Þetta grænt og rautt. Málið að heilin kann ekki muninn á rauðu ljósi og grænu ljósi saman og því sem einfaldlega mitt á milli. Svo með þessum 3 keilum þá getum við raunverulega staðsett ljós á regnboganum og fundið út hvaða litir eru. Samt blönduðu svona mismunandi saman og fáum alls konar mismunandi blæi. Reyndar eitt í viðbót, hvítljós, það ekki til. Ekki sem einstakur litur. Til þess að búa til hvítljós, þá ekki nóg að finna bara staðinn á regnboganum þar sem hvítaljósið hérna. Nei, hvítljós búið til úr öllum regnboganum. Eða í raun og veru nóg fyrir okkur úr þessum 3 litum sem örva allar keilurnar okkar. Ef það eru allar örvaðar, þá túlkum við það sem hvítljós.
En þá komum við einum öðrum lit sem heldur ekki til. Svo hvítljós ekki til sem litur, hann hvergi á regnboganum. Hann einfaldlega þegar við örfum allar þeirra á keilurnar. Ef við örfum grænu og rauðu, þá getum við verið með svona gulan, hann hérna á litrófinu, og við getum líka verið með þennan ljósblá milli græns og blás. En hvað ef við sjáum ekkert í miðjunni? Við skynjum ekkert með grænu keilunum, bara með rauðu og bláu. Þá fáum við þennan lit. En hann ekki til. Bleikur annar litur sem ekki til. Hann bara til sem skynjun okkar. Þeir eru með keilurnar sem á sitt-hvorum endanum. Magna. Fullkomin eða ófullkomin? Við erum ákaflega ófullkomin. En þetta það sem svo magnað, hvað þessi líffræði og taugalíffræði hefur þróast með sér fullkomin verkfæri til þess að skynja og túlka heimi með mjög einföldum mælitækjum. En getum við sagt að svart sé litur? Getum við sagt að svart sé litur? Góður punktur. Þú ert hérna klædd í einmitt voðalega fín föt. Þú kemur hérna. Ég ætla ekki að níðast á eina nemandinn sem þorir að segja. Já, endilega vegna þess að þú ert svartklædd. Og þetta svart. Hvað segir þú? Já, þú ætlar að segja að þú endurkast. Nei, ég bara að spá hvort að svart sé litur því hann alltaf drekkur í sig þarna. Já. Og það einmitt málið að svartur ekki litur á sama hátt og rauður litur vegna. Við getum búið við rautt vasaljós. Við getum ekki búið svart vasaljós. Svo þetta svarta, það raunir að gleypa í sig þetta litina. Þess vegna sjáum við lítilljós. Og þetta einmitt ef þú stendur aðeins til hliðar og setur skugga eins og ég var að gera, að hérna þessi skuggi svartur vegna þess að Endurkastar ekki frá neinu. já, það ekki ljós sem kemur hérna. Svo svartur raunir það sem ekki ljós að koma. Þakka kærlega fyrir. Hérna, fæ ég annan sjálfboðaliða? Já, glæsilegt. Þú ert einmitt í svona sæmilega litríkum fötum. Þetta svolítið vandamál með svolítið vandamál með úlingana okkar. Krakkar sem svona 9. og 10. bekk, eru öll bara gráklædd. Það tekið eftir því. Við tökum sérstaklega þetta, oft veljum við einhver sem í flottum lituðum fötum. Þannig sér maður 10. bekkina, það eru öll svart, hvít eða grá. Þú ætlar að halda þessu spjaldi fyrir mig. Og spjaldið hvernig á litin? Það rautt. Og þú ert nefnilega líka svolítið svartklædd, ekki satt? Það úr, sko. Nei, það fínt. Vertu með svarta. Vegna þess að svarta raunur, það svart vegna þess eins og við tölum, það drekkur í sig alla litina. Endurkastar engu. Þetta hérna nákvæmlega eins. Nema að það getur ekki haldið í sig rauða litnum. Svo þetta spjald að drekka í sig allt bláa ljósið, allt græna ljósið og þess vegna sjáum við ekki hvítt. Við sjáum ekkert blátt ljós koma tilbaka, við sjáum ekkert grænt ljós koma tilbaka vegna þess að spjaldið drekkur þetta í sig. En það getur ekki haldið eftir rauðaljósinu. Svo rauðaljósi endurkastast. Það er rauða háls. Nei, af hverju rauða hálsinn? Einhver? Ekki endur frá Nei, það skugginn. Það skuggja það, já. Vegna þess að hún að skyggja á bláa og græna og þá kemst bara rauðaljósið að. En kíkjum á rauðaljósið, eða þetta rauðaspjald. Rauðaspjaldi sjáum við náttúrulega bara sem rautt ef við þá höfum rautt ljós til staðar til þess að sjá. Svo ef við tökum út þetta rauðaljós, þá spjaldið ekki lengur rautt. Svo það bara nákvæmlega eins og svart. Eini munurinn á þessu svörtu að þetta endurkastar ekki rauðaljósið. Ja, þetta endurkastar rauðaljósið. Já. En kíkjum aðeins, settu spjaldið niður. Þarna ertu í bóliða blússu sem hvít og græn. En hvað gerir svona ef við tökum grænljósið í burtu? Já. Það bóliðin. Já, svartu bara. Já. Svo við getum raunuru leikja okkur. Og það sem við erum að reyna að koma hérna til skila þetta með að
að litur er ekki bara eiginleiki hlutana eða efnisins, litarefnana, heldur samspil litarefnana við ljósið sem er í umhverfinu okkar. Og ef ljósið breytist, þá skynjum við litina öðruvísi. Þakka ekki alveg fyrir. En svo þessi litblinda, þá þess mismunandi Já. gerðar keilur sem eru óvirkar. Eða er kannski einhver hlutablinda, kannski algjör litblinda? Já. Við erum nokkri strákar hérna inni. Við erum miklu líklegri til þess að vera litblindir vegna þess að okkur vantar þarna auka litbyggi sem áttur með upplýsingar þetta sem hjálpar okkur. En við erum svolítið gallaðir. En á móti má segja að við erum öll gölluð vegna þess að við erum öll litblind. Við sjáum í raun og veru bara þessa sýnilegu liti. Við erum alveg öll jafn litblind á útfjólublátt og innrautt. Því miður, það væri áhugavert. Nú er það? Er hann litblindur? Nei, ekki segja það. Nei, ok. Við sjáum ekki liti. Það er alveg á hreinu. Hérna kemur reyndar, við vorum einmitt að spjalla með í fyrsta hópnum sko, sem væri bara hérna svona kúltúrmunur á litaskynjun. Og það er bara, sumir kúltúrar með voða mörg nöfn yfir einhverja liti, aðra með fá. Ég hef kannski líka séð svona, það er svona mím á internetinu, það sem að, er svona fullt af litum og það er svona endalaust af nöfnum á lilla bleikur og fjólu, eitthvað, og það er svona hvernig konur sjá liti, hvernig kallar sjá liti, það er gult, grænt og en það er möguleiki það liggi eitthvað að baki, sko, bara að við venjumst því að sjá muni á litum og ef við erum ekki ef þetta er ekki inn í samfélaginu þá bara lærum ekki að þekkja þetta. En hefði ekki séð þessar myndir? Þetta eru plötur sem einhver japanskur rannsakandi held ég hafi gert og þetta er algengasta litblinda, þið sjáu hérna er rauður og græn og þetta er akkurat þessar keilur sem liggja, það eru rauðar keilur, grænar keilur, bláar keilur. Þessar rauðu og grænu, þær eru ansi líkar í skörun. Það er lítillega, miklu minni munur á þeim heldur en bláum og það eru sumir sem eiga bara erfitt með að greina á milli hvort það séu rauðu eða grænu að örvast. Og það er það sem veldur því að þau sjá illa munin á rauðum og grænum. Það er þessi algengasta litblinda. Og það náttúrulega veldur því að túlkunni segja eitthvað aðeins. Kannski finnur á netinu þessar myndir, það eru til svona nokkrar til að greina mismunandi litblindur og leggur þetta kannski fyrir eiginmanninn. Það er ekkert að skamma sín að vera litblindur. Síðan erum við með þetta skemmtilega litahjól hérna. Fæ ég þig, Hildur, kannski til að halda eins á þessu fyrir mig. Þetta virkar misvel með mismunandi liti, en hérna sjáum við þessa rauðu hérna uppi. Við tökum sérna út rauðulitina, þá verður þetta eiginlega bara svona grátt eða grænt. Þá tökum við út grænu litina hérna niðri og þá verða þeir bara fjólubláir. Og síðan bláu litina og við gerum það raunverulega græna. Prentunin hins vegar, hún er náttúrulega bara gerð í raun og veru úr fáeinum litum. Það er bara þessi guli, þessi magenta og þessi cyan litir. Og þá er þetta að sjá, ef þið bara notið til dæmis stækkunargler. Ef við kíkjum aðeins hérna fram, þið getið prufað einmitt, sko, ef þetta sé sérstaklega verið á dagblöðum, vegna þess að dagblöð eru ekkert voðalega vel prentuð, bara stækkunargler, þá getið séð í raun og veru dílana. Og þetta er raun og veru bara gert úr þessum þremur litum. Gulum, bláum og þessum bleika. Sömuleiðis, það er svolítið synd með snjalltæki eða þessi skjái sem eru til núna, það er svo rosalega upplýsing á þeim. Í gamla daga, ég man ekki hvort þið hefur gert það, sko, með gömlu túbusjónvörpin. Ég gerði þetta alveg þegar ég var krakki, fara opbúðslega nálægt og þá sá maður þessa díla. Vegna þess að skjáir eru bara gerðir úr þessum frumlitum ljóssins, rauðum, grænum og bláum. Og þetta er hægt að sjá, þið eru með víðsjár eða smásjár, þá er þetta að skella skjá undir og þá er þetta að sjá þessa díla. Líka í svona nýjum símum? Já. En það er erfitt að sjá í nýjum símum. Mér þykir mjög erfitt að sjá, það er svona aðeins hægt að sjá. Þannig að gulur, en dílarnir eru orðin svo svakalega litlir að það er erfitt að greina á milli. En það sem er náttúrulega verið að reyna að gera til að við sjáum ekki þessi stóru korn. Hérna er svolítið
ljósið. Er eitthvað annað sem að ykkur fýsir að vita? Þessi ljóskassi sem Já, kemur í skólanum. já. Við ætlum aðeins að tala um hann eftir hádegi. Og við náum ekki að fara svona djúpt. Núna vorum við að tala um ljósablöndunum og svoleiðis. Það eru ljóskastarar, rauður, grænn og blár, í ljósakassanum. Okay. En þarna vorum við að eyða, held ég, 20 mínútum, hálftíma, bara að tala um liti, sko. Já. Svo við náðum því miður ekki að fara svona djúpt. Það er mjög ánægilegt að heyra. Ég var svolítið að spyrja í sambandi við þessar litarsamsetningar að Já. stundum þá horfir maður á svona myndir og maður sér út þrívítamín, hver mann ekki hvað það heitir. Þarftu svona aðeins svona að stilla augun. Já, Og það kemur myndir bara svona og horfa á svolítið gleið. Já. Þetta er alveg yndislegur hlutur, sko, og virkar raunir bara. hvað það heitir. Þekkið þið Vox. Til heilu bækurnar með það. Já, það er svona miðill á netinu, heitir Vox, vox.com. Þeir eru oft með einhverja greinar um pólitík og alveg. Þeir eru líka með YouTube-rás og þeir eru með mismunandi YouTube-rás er eitthvað pólitík. En sen er ein sem fjallar bara svona svolítið vísindalega hluti. Og það er einn þáttur sem bara fjallar hvernig þessar bækur virka. Ég er bara verðilega að vísa þér á hann vegna, hann er rosalega góður, miklu betri heldur ég get útskýrt með höndunum. Já. En það virkar raunir bara á því að hlutir sem mislangt í burtu líta út fyrir að vera undir mismunandi hornum. Þetta er allt sem að litla doppur og svo bara. Já, en nema doppurnar, sko, það eru svona skurðir í þeim. Svo að þetta er bara svona mundur sem endurtekið, en með því að hafa sumar endurtekingar á ákveðnu bili og aðrar sem aðeins þéttari, að þá færðu á tilfinninguna að og það er raunir skörin á milli munstrana, að það virðast vera aðeins nær eða aðeins fjær. Ég man, aftur þegar ég var krakki, fyrir ofnunum voru svona rimlar sem voru bara bönd. Ég man eftir að hafa svona þreyttur að horfa á böndin. Það var svolítið erfitt að sjá hversu langt í burtu það voru. Vegna þess að fókusar aðeins svo langt í burtu, þá frekar heldur en að sjá hlutina svona, þá horfður í rauninu að á hinsegin. Megar þetta einhvern sens? Nei, Ragnar er alveg bara, þú er bara að ruggla. Ég hugsaði bara að það fórunni vittlust átt að hann var heimsbyggi. Þið getið hugsað það þannig að þið horfið á þessa tvo putta, nálægt, þá þurfið þið að horfa svona á þessan, svona þennan. En ef þið horfið á eitthvað sem lengri í burtu, pröfið að setja upp tvo putta og horfa á puttana, þannig horfið þið langt í burtu og þá raun og veru getið látið þetta líta út fyrir sem 3 putta. Og þeir sem eru á hliðunum, þeir eru svona gegnsæir, en þeir sem eru miðjunni, hann heill. Og sen ef þið blandið fleiri puttum inn, þá fáið þið fleiri og fleiri putta sem eru heilir. En það eru samt alltaf 2 og 2 og 2 og 2. Nefnum með sjónskekkju. Nefnum með sjónskekkju. Hún bjargar þér hérna. Svo þið getið svona leikið á auga með því að láta það halda að 2 hluti sem eru á mismunandi stað séu raunir sami á sama stað. Þá virðist hann vera á öðrum nær eða fjær. Við lofum ykkur víst smá hljóði. Ég var einu svona að kenna í Breiðholtsskóla og þar var ég svolítið að leika mér að láta krakka búa til hljóðfæri bara úr teygjum á svona einhverjum kökuformum og eitthvað svoleiðis og fá þess svona tilfinningu hvað það sem að breytir tóninum. Og svolítið svipað eins og með ljós, mismunandi litir ljós eru raunir bara mismunandi tíðni í þessum rafsegulbylgjum sem ljósið er. Svo rautt eru hægari bylgjur, svona eftir því sem að bylgjurnar sveiflast hraðar, farið yfir gegnum litrófið yfir í fjólublátt sem eru hröðustu ljósbylgjurnar sem við sjáum. Þannig er útfjólublátt ennþá hraðar, orku meira og þess vegna er útfjólublátt ljós hættulegt. En hérna erum við með svona nokkur hljóðfæri sem aðeins reyna að sýna fram á þess að tengja þarna við tónin við öldulengdina með einhverju. Svo ég hef séð skálina hérna og bara þessi upprýjun og það sem mér þykir mikilvægt að krakkarnir fá út úr þessu er annars vegar þessi tilfinning fyrir að hljóð er titringur.
svo ég læti yfirleitt snerta hérna, finna titringinn og síðan getum við grípið utanum og stoppar titringurinn. Vegna þess að við þurfum að hafa titring til þess að búa til hljóð. Síðan fæ ég líka til að athuga á hversu mörgum stöðum titringurinn er. Þetta er svolítið sem að ég held að almenn upplifun af hljóðfærum gefa okkur ekki. Þetta að í hljóðfærum myndast munstur. Hljóðið er ekki allstaðar bara, það er ekki titringur allstaðar. Við þurfum að byggja upp einhvers konar sveiflur. Og þær getum við séð til dæmis í þessari teygju hérna. Ef þið myndið svona sveig svo allir sjá allavega hluta af þessari teygju. Þetta er bara strengur eins og maður mætti ímynda sér að sé í gítar. Og ég ætla að plokka þennan streng og þá sjáum við hvernig hlikkurinn ferðast fram og tilbaka. Og hlikkurinn ferðast á hverjum tíma fram og tilbaka. Þetta er bara sem sveiflutíminn. Svo ég get hugsað að við séum alltaf að bæta í þessa bylgju. Og þá getum við fengið þetta hérna. Og það er nóg bara rétt aðeins að sveifla. Svo með litla puta get ég búið til þessa risastóru sveiflu. Og þarna tengjum við aftur við róluna. Vegna þess að til þess að búa til góðar sveiflur, háa tóna í hljóðfærum, þá þurfum við að vera með eitthvað sem að sveiflast mikið. Og það er mjög örfitt að það er bara róluna fara strax á stað, en við viljum fá eitthvað þess sem ef við bara plokkum í það, pikkum í róluna, þá rólar hún svolítið vel og lengi. Svo það er nóg fyrir okkur rétt að setja örlítla orku inn í sveiflunni í hverju sveiflu og þá magnast hún svona upp. En rétt eins og með rólur, þá þurfum við að hitta á réttri tíðni. Ég man ennþá þegar ég var aftur, krakki, ég man þegar ég loksins lærði að róla. Vegna sem maður var þarna eins og einhver kjáni, af hverju fer hún ekki? Vegna þess að maður var að hitta á þessa réttu tíðni. Ef maður fer út af henni, nú fer ég hérna, ég ætla að fara örlítið hraðar. Og þá er ég ekki lengur að hitta á hverja bylgju og þá fer bara allt í klessu. Ég get hins að fara hraðar. Svo lengi sem ég fer á einhverju heiltölu margfeldi af þessari grunntíðni. Og þá fáum við þessa yfirtóna, svo að þetta er grunntónin og við getum hugsað að hann sé dong, 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 tvöföldum væri þá dong, 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 dong. Og þá fáum við þetta. Og hérna fáum við munstrin sem við sáum í skálinni. Nú næstu því. Þarna sáum við 4, hérna sáum við 2, ég geti reynt hann á 3. Þá fáum við þessa sko. Og ef ég færi á 4-faldri grundinni þá myndum við fá 4 og sem getum við ferið áfram. Það er bara erfiðara. Það er líka að gera þetta í gormum. Eru þið með svona gorma í skólanum hjá ykkur? Þú tekur hérna. Og þá er annars vegar hægt að sýna langsbylgjur. Og það er einu hljóðir langsbylgja. Svo hún er þá þessa hérna. Það er svona þrýstingspúls sem er að ferðast eftir. En það er einu miklu flottar að horfa á þetta hérna. Svo hérna erum við með þennan fyrsta yfirtón, sem getum við farið og búið til 3, hana. Og hérna getum við líka leikið okkur að mishröðum bylgjulengdum, vegna sem núna ef við höfum þetta slagt, samt blokkað hérna, þá fer hann hérna fram og tilbaka, þannig höfum þetta óbúðslega strekt, þá fer hann hraðar. Svo við getum breytt í raun og veru tíðninni á strengnum með því að breyta strekkingunni. Og þetta þekkjum við raun og veru úr bara, við hugsaum okkur gítar. Ef við strekkjum á gítarna þá fer tónninn hærra vegna þess að hann sveiflast hraðar. Við getum líka látið hann fara hraðar bara með að stytta hann. Og síðan getum við líka, og það er einn af mununum á strengjunum, og misþykkir. Vegna þess að þyngri strengur sveiflast hægar. Svo við getum verið að leika okkur svolítið með það hvernig við búum til hljóðfærun okkar hversu mikið þau, hversu hratt í raun og hljóðið berst þau. Svo erum við með þessa plötu hérna og hérna reynum við endilega að koma hérna nær. Og þetta hefði væntanlega öll séð, einhverju sem hefur ekki fengið að sjá þetta í nærmynd. Ég hef ekki séð það. Þú hefur ekki séð það. Hérna erum við bara með plötu, hún er alveg flöt, setjum sandinn á hana. Strjúkum hérna og þá eins og í strengnum þá eru sumir staðir sem eru að titra en þeir eru alltaf að titra í mismunandi áttir. Svo ég strýk hann hérna og þá sveiflast hann upp og niður
en hérna handan skeifunar er hann að fara niður og upp. Svo öll platan er að ganga til í bylgjum. En þetta eru þessar standandi bylgjur sem við fáum. Og ef við værum ekki að fá þessar standandi bylgjur, þá væru bylgjurnar alltaf að eyða hvor annari. En þarna hitt er akkurat að það eru alltaf að lenda ofan í hvor annari í þessum takt, þessi myndar, þessi munstur. Og svona munstur eru í öllum hljóðfærum sem eitthvað heyrist í. Þessi plata er líka skemmtilegri heldur en skálinn á þrýtunni, hún er bara með þennan eina góða tón, sko. Það er líka hægt að fá svona voðalega hátt, en hérna getum við breytt nokkrum tónum, þá fáum við mismunandi munstur. Svo hérna var hann eiginlega kjurr áðan, þess vegna gat sandurinn safnast fyrir í þessum hnútapunktum sem eru kölluð. Þetta eru bugðurnar, og ég ætla að gera bugðu þar sem áðan var hnútur. Og hérna erum við ennþá með þessar skeifur, en höfum við bætt við auka línum. Og þessi tónn var hærri. Og þarna sjáum við einmitt að sko, með hærri tónum þá fáum við styttri hljóðbylgjur. Krossár, bara eins og, já. Og við setjum myrra á. Þetta er bara nákvæmlega sama. Platan er bara, þetta er bara stálplata. Fest í miðjuna. Þetta eru munstur sem við köllum Chladni-munstur, eftir honum Chladni sem var að skoða þetta fyrstur. En það er hægt að búa til alls konar útgáfur af þessu. Það væri hægt að slátra hátalara til að búa til þetta. Í raun og veru er bara hátalari. Svona pinni á filmu sem getur gengið fram og tilbaka. Svo er hann bara spóla og segull og þegar rafstraumur er settur á svið þá fer hann upp og niður sem er í raun og veru bara eins og hátalari. Svo þið getið tekið hátalara. Slátri hátalara. Það er oft sem fólk að henda hátalarum og þetta er mikil synd vegna þess að það er alveg yndislegir hlutir inn í þessu. Minnstu bjarga seglinum til að leika með, sko. En ef þeir eru bara með hátalara sem virkar ekkert voðalega vel lengur, en það er hægt að tengja inn á hann, setja hann bara með tölvu og það er til forrit sem að gefa bara frá sér ákveðna tóna, hljóðforrit sem heitir Audacity. Það getur bara sett, ég vil bara fá tón sem er 660 Hz og þá sendir hann bara inn rafmerki 660 sinnum upp og niður á sekundu og þá fáið þennan tón og þið getið tengt það við gorma. Ég var stillu sig einu sinni upp og batt teygju, lét teygjuna ganga yfir og festana og þá fekk ég þessi munstur. Svo það er hægt að fikra sig áfram. Og sem var einn kennari sem ásóði þessu uppstillingu að það var hann með eitthvað svona og út frá þessum pinna ganga málmfjaðrir. Líka ég sé svona oft kannastu við svona? Já, ég sé mynda þessu. Þú sé mynda þessu? Já. Og þá getið vegna þess að mislangir í plokkið á, þá hljómaður á mismunandi tón vegna þess að þeir sveiflast mishratt. Stuttir sveiflast hraðar, löngur sveiflast hægar og sem getur þú sett síðan tónin inn á og hækkað í tíðninni og lækkað þangað til að allt í einu þegar þú fer nógu hratt fyrir þennan langa þá byrjar hann að sveiflast alveg rosalega hratt en hinir eru bara kjurrir. Hvað sér? Stans, tími búinn. Það er matur.